Í dag ætla ég að fara með ykkur yfir hvernig ég nota forrit sem heitir DaVinci Resolve til þess að klippa myndband. Þetta er frítt forrit sem er hægt að nálgast á heimasíðu Blackmagic. Bara googlið DaVinci Resolve. Það er útgáfa 17 sem er í gangi núna. Þetta er tekið upp snemma árs 2021, þannig að það er yfirleitt ekki stórar breytingar á milli útgáfa. Ég ætla að sýna ykkur svona í grófum dráttum hvernig þetta forrit virkar og við erum stödd í forritinu hér og það er hægt, það er alveg sama hvar ég er að vinna í þessu forriti. Ég get alltaf fært svolítið til glugga, sjáðu, vil ég hafa þetta stórt eða lítið, opnað einhverja hliðarglugga eða lokað þeim og þarf ég raun bara að finna svolítið út í hvað virkar best fyrir mig. Hérna niðri eru svona stjórnborðin í forritinu og hérna er fyrsta lagi Media. Þetta er hnappur sem ég nota eiginlega ekki neitt. Síðan kemur eitthvað sem heitir Cut og er svona einföld klippivinnsla. Ég nota þetta lítið líka. En ég ætla að byrja á að sækja mér einhver myndbönd. Það ger ég annarkvort með því að ýta á hérna Import Media og ég ætla og þá vel ég bara þau myndbönd sem ég ætla að taka og ég ætla að nota þessi í dag. Og hérna sjáum við myndböndin. Þannig að ég get raða þessu saman eins og ég vil. Ég vinn langmest í því sem kallað er Edit. Og það er hér. Nú ætla ég að velja mér, ég ætla að taka þessa klippu fyrst inn. Og ég set hana bara hérna, dreg hana bara hérna yfir. Og þá er hún orðin að tímalínunum minni. Þið sjáðu, þá stendur hérna Timeline 1, það er í raun það sem ég er að vinna hér. Þetta lítur svona út. Ef ég ýti hérna, þá get ég ráðið í hvað þetta er stórt, sjáðu. Og ég vil gjarnan sjá hljóðið aðeins betur. Svona. Og ég get valið mismunandi sjónar, eða þú veist, hvernig þetta er sýnt. Mér finnst best að hafa þetta svona. Hérna er svo klippan sjálf. Ef ég vil gera eitthvað við hana, þið sjáu hún er valin af því þá er hún rauð, þá get ég farið hér í og sjáu þið, ég get stækkað gluggan sem ég er að horfa í hérna ef ég vil. En hérna get ég fiktað í hljóðinu, ég get fiktað í alls konar hlutum. Sjáu þið, ég get kveikt og slökkt á þessu. Þessi gluggi hér er sem sagt myndbandið sem er á tímalínu og ef ég spila hérna þá spilast vídeóið og þið sjáu þetta er ekki alveg rétt byrjun því ég var að kveikja á myndavélunum fyrst, útskýri þetta aðeins betur og eftir. En ef ég fer hér yfir, sjáu þið, vel til dæmis bara þetta vídeó og hreyfi, sjáu þið, þá get ég skoða þetta myndband í þessum glugga hér. Með því að setja músina bara yfir, velja það og draga músina yfir vídeóið hérna uppi. Þá skoða ég vídeóið. En það er nokkur atriði sem ég geri áður en ég fer að klippa þetta til. Því að í þessum myndböndum hér sem ég ætla að klippa saman og sýna ykkur hvernig ég geri, þá er þetta eiginlega eina myndbandið þar sem ég ætla að nota hljóðið í endanlegu útgáfunni. Og þá fer ég beint í að laga hljóðið. Sjáðu þið. Og það ger ég hérna í Fairlight. Mér finnst betra að sjá aðeins betur hvað ég er að gera. Þannig að mér finnst gott að hafa hljóðið bara nokkuð stórt. Og þetta er þegar ég spila hljóðið hérna, nú ætla ég aðeins að lækka í því svo það trufli ykkur ekki eins. Og nú þarf ég að fara bara inn í vídeóið
þar sem ég er að tala og þá horfi ég á mælana hérna. Ég vil að þeir séu að toppa sig á því eitthvað staðar í svona -15 og upp í kannski -5 sem svona, já, kannski í kringum -10 eins og þetta var að gera. Þetta er nokkuð gott, ég ætla að hækka þetta pingulítið, sjáðu, ég get lækka hljóðið, slögt alveg á því eða hækka það og ég ætla að hafa þetta svona, sjáðu því þegar ég kveikja á þessu aftur. Þegar það er verið að nota margar myndavélar eins og ég er svolítið að gera núna, þetta er nokkuð gott. Síðan get ég með því að velja klippuna og opna hérna inspektor, þið sáðu hann opnaðist beint hjá mér, að þá get ég valið að hækka hljóðið, ég get fiktað í alls konar stillingum minna. Ég nota svolítið þennan equalizer. Ég ætla að taka burt neðstu tíðnirnar, sjáðu því, nú klippi ég af neðstu tíðnina, það er til þess að minnka bara vindhljóð og suð. Stundum getur við ágætt að minnka efstu tíðnina líka, maður þurfum ekki að gera mikið af því. Síðan getur maður gert hérna, hlustað á þetta og leita eftir, maður sé að gera það með þennan frekar, leita eftir einhverju svona pirrandi hljóði og lækka það pínu, svona. Ég þarf raun og veru bara að fikta í þessu þangað til ég er nokkuð sáttur við hljóðið og ég þarf að passa mig að gera þetta ekki of gerfilegt því það er rosa auðvelt að missa tökin á þessu. Ég get reyndar alltaf bara slögt á þessu, ég þarf ekkert að nota þetta, en þetta gefur hljóðinu svona að gerir það aðeins betra. Ástæðan fyrir því ég byrja á þessu áður en ég gerir nokkuð annað er að ég á eftir að fikta jafnvel í þessu, stundum klippa þetta í milljón búta og þá er svo erfitt að fara að laga hljóðið í mörgum bútum. Ég vil laga hljóðið á meðan þetta er ein samfelld skrá óslitin. Þannig að ég ætla sem sagt, og nú er ég búin að stilla hljóðið eins og ég vil hafa það, þá hleypi ég aftur yfir í hérna edit dæmið og núna ætla ég að skoða hvar ætla ég að byrja því að þið munið í upphafi hérna, sjáðu þið, þá er ég að hlaupa á milli myndavél og kveikja þeim. Þannig er ég búin að stilla mér upp, má ég sjá, og ég get nota space takkan til þess að kveikja og slökkva hvort ég vil spila þetta. Sjáðu þið, ég ætla að byrja rétt áður en ég smelli hérna. En af því að það er ekkert rosalega þægilegt að sjá það, þá get ég zoomað inn, sjáðu þið. Ég get haft klippuna litla eða stóra, svona. Því að svona get ég stilt þetta nákvæmlega eins og ég vil hafa það. Svo ýti ég á Ctrl B, þá klippist vídeóið hérna. Og nú er þetta orðið að 2 klippum. En fyrri klippan hérna, hún valir af því að smelta á hana. Ég ætla að hendinni. Þá bara hverfur hún og þá trillar myndbandið tilbaka og sjáu þið, nú fer stikan miklu hraðar af því að ég er að zooma meir inn. Hverju er smelt svona eða jafnvel bara klappað? Sjáu þið, nú byrjar þetta rétt hjá mér. Nú er ég búin að klippa hérna framan af þessu. Þið sjáuð að þetta myndband, og ég gerði það viljandi þannig, þetta myndband er full ljóst. Þannig að það er ekki bara hljóðið sem að ég vil laga svona til þess að byrja með, heldur vil ég laga lýsingunni í því líka. Og það er hægt hérna líka, þá fer ég í hérna color. Þið sjáum, maður getur hlaupið hérna á milli. Hér eru, og ég get valið svolítið hvað er opið hérna og hvað ekki. Ég fikta yfirleitt sem minnst í litum. Sumir taka upp í því sem kallað er log og þá er allir litir svona pínu daufir en þá er þetta fínstilla þá þarna. Ég kann það bara ekki. Þannig að ég reyna að hafa litina bara eins og ég vil hafa þá í upptökunni
en ég þarf stundum að laga þetta pínu og þið sjáið að hérna eru 4 litahjól og ég get dregið og hérna sjáðu þið til og þetta eru sem sagt mismunandi sumt eitt hjólið eru skuggar og svo fram við sjáðu en ég ætla að minnka má sjá það var sjáðu nú dreg ég þetta til bara smelli á og dreg til hliðar að þá verður vídeóið dekkra sjáðu þetta er cirka svona ég gæti feykt að því sjáðu þarna er ég að feykt í skuggunum og hérna eru held ég highlights og ef ég vil hætta við til dæmis það sem ég gerði við þetta hjól þá íti ég bara á reset hérna sjáðu vil ekki vera að gera allt of mikið en þarna er hægt að feykta pínulítið í litunum en þið sjáuð það er fullt í þessu forriti sem ég kann ekkert mikið að nota og það tekur mann mörg ár að læra á allt í þessu forriti en nú er ég búin að laga lýsinguna þess þá ætla ég að fara aftur í edit hlutan því að það sem ég ætla að gera núna og nú vil ég minnka aðeins því að ég þarf ekkert að sjá þetta hérna nú ætla ég að draga aðra klippu yfir sjáðu þetta er önnur vél frá svipuðu sjónarhorni og nú ætla ég að ýta þessari klippu bara aðeins frá sjáðu því að nú ætla ég að finna cirka og nú ætla ég að zooma aðeins út aftur en þarna sjáðu, þannig er svo mikið vindhljóð þannig að ég ætla ekkert að nota hljóðið hérna þá get ég get gert það hérna það er svona misjönd hvað það er þægilegt en ég fer hérna yfir í hljóðpartin aftur og ég bara slekk á hljóðinu fer svo aftur yfir edit sjáðu þá er allt hljóð hérna farið því að þetta hljóð er ekkert notað og ég ætla aldrei að nota það en nú þarf ég sjáðu nú ætla ég að klippa þennan part í burtu bara þenni fyrir mér nú þarf ég svolítið að vanda mig því að ég ætla að reyna að synka þetta saman hérna sjáðu áður en ég geri það, þá ætla ég að sýna ykkur að þetta heitir hérna Video 1 og Audio 1. Það er upphaflega klippan sem ég sett inn. Ég setti hina ofan á í Video 2 og svo Audio 2. Því að vídeóin staplast upp en hljóðin fyrir hvert vídeó niður. Og Video 2 liggur alltaf ofan á nema ég segi því að gera eitthvað annað. Sýna ykkur það eins betur og eftir. Þannig að núna sé ég Video 1 Video 2 segi ég en af því að ég er með slökkt á hljóðinu í Video 2 þá heyri ég hljóðið í Video 1 og í raun blandast hljóðin alltaf saman ef ég er með kveikt á þeim og nú þarf ég að horfa mjög vel stækku myndina aðeins og ég sjá þetta aðeins betur en þá sjáum við, þá verður þetta svolítið lítið og ég náttúrulega er að vinna á fartölvu skjá hérna það er betra að vinna þetta á stærri skjá og ég raun og ég ætla að sýna ykkur hérna bara örstutta klippu ég vinn yfirleitt á 2 skjám 2 stórum skjám þá sér maður miklu betur hvað maður er að gera en hérna þarf ég að láta synka saman þar að segja smellin sem kemur hér og til þess að geta hreyft þetta eins og ég vil þá zooma ég inn til þess að það verði nákvæmara hjá mér sjáðu þetta var rosalega nálægt hjá mér maður sjá sleppur þetta ekki bara til þá þarf ég
að klippa burt þennan hérna part því að hann á ekki að vera með. En ég vil ekki, og nú ætla ég að minnka þetta aftur, ég vil ekki að þetta vídeó sem liggur ofan á sjáast alltaf. Sjáðu. Þá hef ég nokkra möguleika. Ég get farið hérna í rakvélablaðið og sjáðu og setta það eitthvað staðar og bara klift og tekið í burtu. Vil ég músin aftur og þessi bútur farin. En þá reiðilast þetta svona til, sjáðu. Það pínu leiðilegt. Þannig að ég ætla að segja undo út svo þetta raðist á réttan stað aftur og ég ætla meira að segja undo á þessa klippingu. Því það sem einfaldara að gera að ég get sett bendil hérna fremst í klippuna og dreigið hana svona og þá tek ég hann í burtu en ég ekki að hreyfa hana. Ég bara að taka í burtu hvað sést af henni. Þannig að af hverju smellt svona eða jafnvel bara klappað í upphafi og tökum? Það vegna þess. Og sjáðu, nú ætla ég að zooma aðeins tilbaka svo ég sjá nú. Þess að þegar það verið að nota margar myndavélar eins og ég svolítið að gera núna. Sjáðu, hér sný ég mér yfir í þessa vél. Þá vil ég að þetta myndband vegna þess að þegar það verið að nota margar myndavélar eins og ég svolítið að gera núna. Þá ég með nokkra vélar hérna. Sjáðu, og þá vil ég að þetta sjáist þarna og ég get látið þetta bara sjást í nokkra sekundur. Þá þetta að taka klippunar, alveg sama hvort það eru þessari vél, þessari hérna vél. Sjáðu. Látum þetta vera einhvern veginn svona. Því að nú þarf ég að setja næstu vél og ég var búinn og ég sé númerin hérna hvað ég búinn að setja inn. Það reyndar að zooma inn svo ég sjáu númerið á þessari klippu. Sjáðu, númer 80, ég var búinn með þessa og þessa, þá ætla ég að setja þessa næst og sjáðu, ég legg hana ofan á eins og hinnar. En nú þetta orðið svolítið krátið hérna hjá mér af því að ég að vinna á of litlum skjá og nú þarf ég að gera það sama því að nú þarf ég, og sjáðu, ég vel þessar sem ég búinn að stilla saman, ég vel þær saman, ýti þeim frá því að ég þarf að klippa í burtu framan af eins og ég gerði áðan. Þetta eitthvað staðar hérna. Byrjum á að henda þessu. Og hljóðið hérna. Af hverju Nú sé ég ekki nógu vel. Hvað ég að gera hana, maður sjá. Af hverju Sjáðu, þetta passaði ekki alveg saman hjá mér. Þá ætla ég að zooma inn. Byrja að draga þetta allt fram. Svo ætla ég að velja bara þessa og draga hana lítið til hliðar. Sjá hvort að það sé rétt átt. Svo þarf ég að spila þetta bara aftur. Af hverju smellt? Næ, þetta var vitlaus átt. Sem þýðir að ég þarf að færa þetta allt aðeins aftur fyrir og spila þetta aftur.
Það var aðeins svo mikið. Svona. Af hverju smellt svo? Nú slekk ég á hljóðinu. Ég get gert það hérna, eins og þið sáðu. Ég þarf ekki að fara yfir í hitt. En nú ætla ég að klippa þennan litla part hérna í burtu. Ég þá Ctrl-Alt til þess að velja allar klippurnar, færa þar fremst, bakka út og nú ætla ég að loka á þessa klippu. Munið eins og ég gerði þann, þannig að sjáðu. Þannig að hún taki pínlítið við af klippunni sem ég var með áðan. Þannig að sjá, zoomum aftur inn í þetta. Að þá þetta að taka klippunar, alveg sama hvort það eru þessari vél, þessari hérna. Sjáðu, þá ætla ég að gera það svona. Vél. Eða... Og sjáðu, nú ætla ég að spila þetta, færa bendilinn, stækka gluggan svo við sjáum aðeins hvað við erum að gera. Smellt svona, eða jafnvel bara klappað í upphafi og tökum. Það er vegna þess að þegar það verið að nota margar myndavélar, eins og ég er svolítið að gera núna, þá er ég með nokkra vélar hérna, að þá er þetta að taka klippunar, alveg sama hvort það eru þessari vél, þessari hérna vél, eða jafnvel þessari hér. Sjáðu, ég á eftir að bæta þeirri vél við, þessari síðustu. Og ég þarf að gera það eins. En þið sjáðu það, nú er ég orðin pínulítið í vandræðum að koma þessu öllu fyrir. Sjá, ég ætla að reyna að gera svona. Af því ég er ekki að nota hljóðið. Úr þessu maður sjá, ætla ég að slökkva hljóðinu hér. Og nú ætla ég bara að finna, ok, hvenær var það sem ég kom inn og bendi. Sjá, ég ætla að færa hana bara aftur fyrir sjáði, þannig að ég sé ekki inn í neinu öðru. Svona það byrja hérna. Rétt á meginn er að finna þetta. Þá ætla ég að hækka í hljóðinu svo ég heyri, þó ég ætla ekki að nota þetta hljóð. Klippunum saman þegar ég klipp. En það sjáðu hljóðið hérna er ekki gott. Svona, eða jafnvel bara klappað í upphafi og tökum. Það er vegna þess að þegar það verið að nota margar myndavélar, eins og ég er svolítið að gera núna, þá er ég með nokkra vélar hérna, að þá er þetta að taka klippunar, að því saman hvort það eru þessari vél, þessari hérna vél, eða ég... Nú er ég að koma að þið, nú ætla ég að klippa hérna og það ger ég bara Ctrl-B, sjáðu, ég þarf ekki að draga sleðan svona til. Og nú ætla ég að nota í raun bara nokkra sekundur hérna, klippa hitt í burtu, fer ég aftur til baka. Aðeins að stækka þetta. Sjáðu, nú er þetta hljóð hér, farið að trufla. Og ég ætla að minnka svona. Sjáðu. Þessari vél, þessari hérna vél, eða jafnvel þessari hér, að þá get ég raðað klippunum saman þegar ég klippi myndbandi saman.
Sjáðu, nú er ég búinn að raða þessu, þetta er nú ekkert alveg 100% hjá mér, en ég er búinn að raða þessu þolanlega vel saman. En ég er ekki búinn samt, því að ég á eftir að það sem ég gerði ekki til dæmis áðan, ég á eftir að klippa aftan af þessu. Nú þarf ég að finna, Það er nú yfirleitt bara eitthvað tengt tökunni bara upp á skipulag hjá þeim. Hvaða taka er þetta? Hvað er hún heima í kerfinu? Þannig að flóknara var það nú ekki. nú ætla ég að klippa þetta aftan af og það sem maður getur gert og ég get gert hérna í byrjun, ég ætla að gera það líka af því að, sjáðu þið, það er svona hvítur punktur inn í horninu. Ef ég dreg hann, sjáðu þið, það er að passa með að vera bara akkurat á punktinu og fæ ég svona 2 örvar, ég get dregið þetta inn á, sjáðu þið. Og ef ég dreg þetta svona inn, ég ætla að sýna ykkur hvað þetta gerir. Þetta er svolítið skemmtilegu fítus, því að þá feitar vídeóið svona inn, sjáðu þið. Og eftir því sem ég dreg hvítapunktin lengra inn á, að þá feitar þetta hægar inn. Ef ég hef þetta stutt, þá feitar þetta hrattinn. Ef ég dreg þetta langt, þá feitar þetta hægt og rólega inn. Byrja dögt. Og ég get gert í raun það sama við hljóðið, sjáðu þið. Hérna er hljóðrásin mín. Ég get látið hljóðið koma rólega inn. Þarna er ekkert hljóð alveg fyrstu sekúnduna, þannig að það skiptir engu máli. En mér finnst svolítið gott að nota þetta bæði á hljóð og klippurnar ekkert rosa mikið þegar ég er að enda einhverja klippu og byrja einhverja aðra. Því að hérna er vídeóklippa sem að ég ætla að fá á eftir, sjáðu. Og ég var búinn að laga þessa til, þannig að ég ætla ekki að vinna í henni núna, hún er bara tilbúin. Sjáðu. Og þá ætlum við að sjá hvernig þetta virkar þegar þetta koma svona 2 klippur saman. Hvað er hún heima í kerfinu? Þannig að flóknara var það nú ekki. Núna er ég komin með þetta inn í tölvuna. Nema ég vil fara hingað í hljóðið og stilla hljóðið þannig að það sé nokkurn veginn eins, sjáðu. Að bylgjurnar hérna séu svipa stórar, þá veit ég að hljóðið er svipað hávært. Það er eitt svæði hérna í viðbót sem ég er ekki búinn að sýna ykkur og það heitir Fusion. Fusion er svæðið sem maður getur notað til þess að fikta eitthvað í klippunum, setja inn texta, setja inn blur eða eitthvað. Og ég er með bendilinn á, sjáðu þessari klippu, og þegar ég fer inn í Fusion þá er það sú klippa sem er undir og þá fæ ég hérna inn hvernig hún kemur inn og hvernig hún kemur út. Þetta er pínulítið flókið umhverfi og ég er ekkert rosalega flinkur í þessu, en ef ég ætla til dæmis að blurra þetta hérna, þá setji ég inn blur, það er hérna undir dropanum, maður getur séð hvað þetta er allt saman, það er hægt að fikta í ótrúlegustu hlutum hérna, setja til dæmis inn texta, en það gerist ekkert hérna á skjánum, sjáðu, af því ég er ekki búinn að tengja þetta saman. Ég þarf að tengja klippuna sem kemur inn í gegnum blurrið og og hingað, og sjá, þurfum að taka þessu í burtu, sjáðu, þá get ég tengt þetta saman. En hún blurrast ekki, það er af því að blurrið er stillt á svo lítið, sjáðu. Ég get valið að blurra mikið eða lítið og ég get líka með því að fikta í hérna, sjáðu, ég vil hafa þetta til dæmis, láta þetta blandast saman, sjáðu, ég get fiktað í þessu hérna og
Ég get líka, maður sjá, ætla ég að velja blurrið, þá á ég að geta fiktað í sem sagt hvað það er stórt líka. Búið sem sagt til svona ramma. En síðan get ég sett inn texta líka, segja því, og sem sagt, þá kemur textin hérna og þá settur hún inn merge á milli. Ég get skrifa hérna bara eitthvað texta og þá kemur það ofan og þá sjá því textin er tengdur við merge og blurri líka, þá blandast það saman, sjá því. En síðan ef ég vil ekki gera neitt af þessu, þá bara hendi ég þessu öll út og þá gerist ekkert af þessu. Það er helst að maður noti þetta ef að maður ætlar að setja inn texta eða eitthvað svoleiðis. Þannig að það er þetta að setja inn þrívita texta og alls konar effekta hérna. Sjáðu hérna þrívita texti. En yfirleitt finnst mér það taka athyglina frá því sem maður er að segja eða gera í svona myndböndum, allavega myndböndum eins og ég er að gera. Þannig að ég nota það lítið. Ég ætla að gera aðeins meira hérna. Og nú ætla ég að zooma aðeins út. Sjáðu, nú sé ég allt myndbandi mitt svona nokkurn veginn á einum stað. Og nú ætla ég að einbeita mér á hljóðinu, þannig að ég vil sjá það allt saman og af því að ég vil, sjáðu, ég ætla að lækka hljóðið svo að ég sjái það allt svona. Því ég sjá það er mjög gott að geta breytt hvað þetta er stórt og hvað þetta raðast upp á skjánum hjá manni. Því að ég ætla að bæta við hérna lagi. Sjáðu, ég ætla að láta lag og ég þarf að gera það í raun tvisvar og þá ætla ég að klippa af hérna blá endan aftan af því og klippa svo aftan af þessu öllu saman. Hendum þessu, látum þetta feita út og feita inn. En sjáðu, þegar ég spildur hana þá yfirkeyri lagið það sem ég er að segja, sem er ekki alveg það sem við ætluðum að gera. Og nú finnst mér betra að vinna þetta hér þegar ég er hættur að færa þetta til. Ég var nefnilega að passa mig. Ef ég fer að færa hluti til hér, sérstaklega myndbönd þar sem er tengt saman hljóð og mynd og færi til hér, þá er ég bara að færa hljóðið en ekki myndina, þannig að það getur ruglast. Þannig að maður er að passa sig að færa sig minnst hér. Maður er meira að stilla sig á því hávaðan í þessu öllu saman. Og þetta kemur tvisvar, þetta er bara hægri og vinstri. Ég sé að þetta breytist á sama tíma. Ég ætla að hafa þetta bara lágt. Þannig að þetta svona spilist Svona, eða jafnvel bara rólega undir án þess að klappað í upphafi og tökum. þetta er ennþá á hátt hjá mér. Það er bara að finna eitthvað. Það er vegna þess að þegar það verða að nota margar myndavélar, eins og ég er svolítið að gera núna, þá er ég með nokkra vélar hérna. Og nú þarf ég að stilla af hinpartin og sjá því hvað línurnar, ég get sett hann á sama stað. Þetta er sama klippan. Svona. Að þá er hljóðið jafn hátt beggja vegna. Síðan þegar ég er búinn að þessu og núna er vídeóið mitt eiginlega tilbúið. Það er fullt af gluggum hérna eins og þetta er svona mixer sem ég nota aldrei. Það er fullt af hlutum hérna sem ég sjáði, ég er ekkert að nota. Og maður lærir bara hægt og rólega á þetta, nýtir meir og meir eftir því sem maður lærir á þetta.
en það er að flytja myndbandið út. Og sjáðu, hérna er tímalínan mín, ég fikti ekkert í þessu hérna, en ég ætla að flytja myndbandið út. Þetta myndband heitir bara Klappa. Ég ætla að láta það fara bara hingað, skiptir engum máli sjálfur sér. Ég ætla að velja að hafa þetta sem MP4. Ég ætla að velja að þetta sé þessi H264 codec. Ég get valið frame rateið, ég get valið upplausnin að sjá því, hvort ég feið svolítið til hvað maður ætlar að gera við þetta. Fullt af hlutum sem ég getur fiktað í hérna. Ég þarf reyndar að passa sig á því að hljóðið sé haka hérna í export audio og export video. Það þarf að vera bæði, því annars kemur bara hljóðlaust. Síðan íti ég á Add to Render Queue, þá er þetta að koma hérna, svo íti ég bara á Render. Og það fer eftir því hvað ég er með öflugan örgjörfa fyrst og fremst, hvað hún er fljótað þessu, hvort ég er með skjákort eða annað í tölvunni líka, skiptir líka máli. Þetta er önnur ástæða fyrir því af hverju ég nota borðtölvuna mína frekar, því hún er bara dálítið öflugri heldur en þessi tölva. En þið sjáu, þetta er myndband upp á einhverja 2-3 mínútur og þessi tölva er ekkert rosalega lengi að gera þetta, en þegar að þetta er komið, þar að segja hún er búin að rendera myndbandið, þá er myndbandið bara tilbúið. Það borgar sig ef maður ætlar að ná tökum á svona forriti eins og DaVinci Resolve, að það er að fikta, að það er að fara í gegnum valmyndirnar hérna, sjá hvað þetta gerir. Við notum þetta ekkert allt. Horfa á myndbönd eins og þetta, það er til óhemja myndböndum, kennslumyndböndum í þessu forriti á netinu. Fikta, læra og prófa að gera. Byrja á einföldum hlutum og færa sig hægt og rólega yfir í eitthvað flóknara.